Því miður maður ekki alltaf ánægður með þjónustuna sem maður fær. Þannig var það hjá henni Helenu. Henni leið eins og hún væri ekki að fá sömu tækifæri og aðrir vegna fötlunar sinnar. Þess vegna eru til réttindagæslumenn eins og hann Halldór sem eiga að hjálpa fötluðu fólki að fá þjónustu og stuðning sem það á rétt á. Halldór hefur það hlutverk að aðstoða fatlað fólk eins og Helenu. Aðstoðin felst til dæmis í því að senda inn kvartanir og kærur til stjórnvalda og aðila sem hafa eftirlit með þjónustunni og bregðast við ef hún ekki fullnægjandi. Veita fötluðu fólki upplýsingar rétt sinn. Leiðbeina fötluðu fólki og aðstandendum þess hvar það getur fengið aðstoð, stuðning eða hjálp með ýmiss konar mál. Helena getur líka fengið stuðning frá Halldóri við að fá persónulegan talsmann. Þegar fólk þarf aðstoð við að standa vörð réttindi sín og koma skoðunum sínum og vilja á framfæri hægt að fá persónulegan talsmann sér til aðstoðar. Persónulegur talsmaður einhver sem þekkir þig vel og þú treystir til að styðja þig. Helena getur líka haft samband við hagsmunasamtök fatlaðs fólks og beðið aðstoð þar, til dæmis hjá Þroskahjálp, sem býður upp á símatúlkun fyrir þá sem tala ekki íslensku.